Alexander, nú ert þú að fara að standa á tónleikum sem heitir Ég og fleiri frægir. Hvernig er þetta í hug að hafa þetta Ég og fleiri frægir? Sko, mamma var hún heyrði í mér ganginum í september í fyrra og ég bara bjóð á tónleikunum nemendum og starfsfólki og kennarunum mínum. Það var ekki hugmynd að væri búin að bjóða fólki á tónleika? Nei. Hvernig kom þetta til? Ég hafði bara ekki heyrt af þessu hjá honum. Ég heyrði bara að hann var að bjóða fullt af fólki á tónleika og ég gekk náttúrulega á hann. Þetta er náttúrulega mjög sjálfstæður og ungu drengur sem dettur margt í hug. Þannig ég gekk á hann og spurði hann hvað tónleika hann væri að bjóða. Og þá sagði hann nú bara tónleikar sem ég ætla að halda í Grindavíkurkirkju. Og ég spurði hann og hverjir verða þar? Nú ég og fleiri frægir. Þar kom þessi setning sem við notuðum síðan sem yfirheiti. Og þá hafði hann bara verið með þessa hugmynd í maganum að halda tónleika, biðja Pétur frænda að hjálpa sig við það og úr varða að ég reyndar að svona salta þetta svolítið, sagði hann mamma þyrfti alveg 2 ár til að undirbúa svona og hélt kannski að myndi svo bara fjara út en svo byrjaði hann aftur í vor og myndi mig á að mamma þú manst tónleikana. Þannig að ég gat ekki annað en athuga þetta, gá hvort þetta væri möguleiki og fór og talaði við fyrirtæki og því þetta þó að tónlistarfólki væri tilbúið að gefa sína vinnu að þá alltaf einhver kostnaður. Ég trúi því, já ég trúi því, kannski opnast svarar gáttir í mig. Yfirflæðir fegursta ástin, hún umvefur mig alveg. Og þú þekkir marga tónlistamenn. Pétur Örn Guðmundsson söngvari frændi þinn og þekkirðu marga tónlistamenn þá í gegnum hann eða? Já, ég þekki Jógvan, Matta, Magna, Ernur og einhverjum fleiri. Og þetta fólk ætlar að koma og syngja á tónleikunum? Já. Hvað ætlar þú að gera á tónleikunum sjálfur? Ég verð kynnir. Ég verð kynnir. Þú eru aðal kynnirinn. Og það ekkert mál? Nei, það ekkert mál. Ferðalangur í fögrum mó, með skotthúfuna og mjóa skó. Bráðum skellur á húmið grátt, vita máttu að hugminn átt, þú hugminn átt, þú hugminn átt. Fennir ofan í farinn veg, ofan koman ægileg, en þér borið það í blóð, að finna aftur týnda slóð, já týnda slóð, já týnda slóð. Pressure pushing down on me, pushing down on you, no man is for. Under pressure, it doesn't bring me down, spits and fell in two, puts me for a treat. Da-da-dee, da-da-dee, dee-dee-dee, dee-dee-dee, that's okay. It's the terror of knowing what this world is about. Þið ætlið á þessum tónleikum að styrkja málefni sem standa ykkur nærri. Annars vegar þetta einhverfu samtökin og svo birta landssamtök foreldra, barna og ungmenna sem hafa látist fyrirvaralaust. Og það skiptir ykkur máli hvers vegna? Einhverfu samtökin, já, hann náttúrulega einhverfu sjálfur og svo eigum við 6 barnabörn, yngri en 4 ára
bara hrúa litlum barnabörnum og 2 þeirra hafa greinst einhverf, tvíburar elstu barnabörnin og svo eitt í viðbóti í greiningaferli, búin að fá sem sagt svona frumgreiningu að hann sé einhverf líka, þannig að hérna, já, þessi málefni bara okkur hugleikin. Og síðan að birta landssamtök foreldra barna sem hafa látist fyrirvaralaust. Það kemur til að því að sonur okkar Kjartan lést fyrir 4 árum, hann var fyrir lest í Noregi og það var náttúrulega mikið áfall og við leituðum okkur hjálpar og fórum í svona foreldrahóp og þar komust við í sem sagt samband við fólk sem var í sömu sporum og við. Og á þeim tíma sem við vorum að vinna í okkar máli þá voru stofnuð landssamtök og við vorum sem sagt ein af stofnfélögum og þessi samtök bara skipta okkur miklu máli. Nú eru tónleikarnir afstaðnir, Alexander, og hvernig gekk? Það bara gekk mjög vel og þetta bara gekk, við gátum þetta alveg við kennarinn í Doddi og þetta var bara mjög gaman. Þið voru í stóru hlutverki sem kynnarnir, þið voru að kynna öll atriðin. Já. Var það ekkert erfitt? Nei, það var bara létt. Ertu vanur kynnir, hefurðu kynnt áður? Já, ég hef kynnt áður. Þannig að þú hefur þetta algjörlega í þér? Já. Hvernig var nú upplifunin að vera þarna og fylgjast með bæði fólkinu og viðbröðunum og öllu saman? Það var bara alveg hreint magnað. Þetta voru bara alveg yndislegir tónleikar og yndisleg stund. Ég fylltist miklu stolti í drengnum. Þarna var bæði fólk hérna úr bænum ykkar Grindavík og svo vinur og vandamenn víða að eða hvað? Já, það voru hérna fjölskylda og vinir og bæjarbúar. Og þú hefur eitthvað minnst á við með að þurfi þorp til að ala upp barn og er það sannarlega þannig í tilfelli Alexanders? Já, það er nefnilega oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn og við andstandendur upplifum það svolítið bara hér í okkar bæjarfélagi að hér umvefja allir Alexander, hér þekkjan allir og hér færa noti sín. Styrkleikans fá noti sín og hérna, já, það er bara alveg magnað. Og hann byrjaði að tala 5 ára og það þurfti heilmikið til þess að hann færi að tjá sig og svoleiðis. Er þá ekki alveg magnað að hann skuli hafa náð svona góðum árangri eins og núna? Jú, ég verði að segja það. Það er hérna 2-3 ára þegar hann talaði ekki og tjáði sig bara með öskrum. Þá eiginlega sá ég ekki þetta fyrir mér að sko 10 árum seinna myndi hann standa í þessum sporum og bara vera svona ótrúlega flottur. Það er búið að liggja náttúrulega mikil vinna allra, bæði mín sem móður og við sem foreldra og bara allir sem hafa komið að honum. Allir að toga. Allir sem hafa komið að honum hafa bara lagt gríðarlega vinnu, kennarinn í leikskólanum, það er búið að fylgja svo rosa mikið vinna og hún er bara að skila sér í hnotskurðin. Þú átt 3 ömmubörn sem eru einhverf. Já. Og þið eru nú með aldeilis góða fyrirmynd hérna þá í honum til þess að deila til frændana og fræknana. Já, aldeilis. Það kveiki von hjá okkur að það verði hægt að ná alveg heilmiklu út úr þeim. Já, ertu hissa? Þannig að við bara erum ofsalega bjartsýn og hérna, þó það sé náttúrulega mikil vinna eins og við þekkjum, það er mikil vinna að ala upp barn sem hefur einhver frávik, en þá bara vitum við það er allt hægt. Ég er að koma maður frá fjarlægum stað sem fagnaðar erindi fær í nótt og hið fegusta lag tók að hljóma svo blítt og viðbrögð ekki bara í kirkjunni heldur bara á samfélagsmiðlum og þegar kannski verið stoppið út í búð og allavega hafa þau ekki verið heilmikil? Jú, þetta var bara alveg dásanlegt og ég upplifði mitt sko
fólk var svo, það fann fyrir sko þegar maður var í kirkjunni, maður fann fyrir svo miklu kærleik, það var svo mikið kærleikur og gleði, það sko, já, þegar maður las einmitt á eins og Facebook hvað allir voru glaðir og ánægðir og þetta var svo sterk upplifun. Það sagði einmitt við mig ein kona, já, náttúrulega búið að stoppa með fullt af fólki og mér svo minnistækt að sagði ein kona hérna, hún sagði sko ég upplifi svona þessa gamla Grindavíkur tilfinningu, gleðina, samhegðina, samstöðuna, það er búið að vera pínu svona, já það er búið að vera pínu svona einhver neikvæð umræða og við höfum ekki verið kannski alveg notið sannmælis í fjölmiðlum undanfarið, en þarna fann hún þessa yndislegu bara tilfinningu, já, í kirkjunni, hún er bara svo yndisleg kirkjan. Það er málið. Ætlar þú að standa fyrir fleiri tónleikum í framtíðinni? Kannski, en ég ætla að halda bara Eurovision tónleikar næst. Eurovision tónleika? Já. Hvernig verða þeir? Þeir verða bara í kirkjunni. Varstu búin að segja mömmu henni frá því? Nei.